En það sem var varðandi fyrsta sjómannadaginn, það var þegar hann var stofnaður og þá tóku nú allir þátt í þessari athöfn. Og þarna voru í kringu Leifsstyttuna 10.000 manns, það var svona 1/3 af öllum sem bjuggu í Reykjavík. Að vísu kom þá einn togari frá Hafnarfirði, siglandi hingað til Reykjavíkur til þess að taka þátt í hátíðahöldunum. Hátíðahöldin 1938 voru ekki allt land, það var hérna í Reykjavík og það var hérna á Ísafirði. En síðan færðist hátíðahöldin svona á þeim uxu ásmegin og voru haldin víða út land. En þetta var merkt framtak og það vakti athygli skrúðganga sjómanna hérna á þessum degi. Sérstaklega hvað þeir voru sterklegir og stórir. Þarna svo kvöldið var á fyrsta sjómannadaginn voru haldnar skemmtanir víða í borginni og aðalhófið fór fram á Hótel Borg og þar byrjaði veislan klukkan 8 og ræður og hljómflutningur var frá 8 til 11 kvöldið. Það voru 11 ræður. Það var einn frá hverju stéttarfélagi sjómanna sem hélt þarna tölu. Og síðan var alltaf ýmist flutt tónlist eða það var tónlist og söngvari á milli atriða. Þannig að þeir hafa nú aldrei haft þolinmæði þeir sem sátu þessa stund, enda var þetta merkilega athöfn. Það var líka í blöðum daginn eftir haft að orði að þetta hefði verið stórmerkileg samkoma. Þarna klæddust allir sjómenn í kjól og hvítt og voru prúðbúnir í orðsins fyllstu merkingu. Og svo fór vel fram þessi veisla, sögðu blöðin, að það var ekki brotið eitt einasta glas þetta kvöld.